hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, við ætlum að ræða andleg mál. Það rúmt ár síðan Guðrún Karls Helgudóttir biskup starfaði eða fór að starfa sem slíkur hér í þessu landi og það hefur komið fyrir að við höfum náð henni hingað í viðtöl á samstöðinni og það þannig dagur í dag. Vertu velkomin. Takk fyrir. Og takk fyrir að koma. Mín ánægja. Ef að byrja á nýrri könnun að í dag þá var upplýst það að meirihluti landsmanna er hlynntur aðskilnaði ríkis og kirkju. Svona töluvert stærsta kakan, rúmlega helmingur, svo skiptast inn svona í tvö horn. Nú stuðningur við aðskilnaði meiri á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni og hann mestur meðal ungs fólks, en maður heyrir svo svona líka að ungt fólk sé nú svona leiti meira í trúna heldur en stundum áður. En hver eru viðbrögð þín við þessu? Já, 52% eru hlynnt. Ég var eiginlega satt að segja svolítið hissa á þessari könnun og við klórum okkur svolítið í kollinum yfir henni. Vegna þess að þessi aðskilnaður hefur náttúrulega orðið. Já. Það, í raun og veru hefur orðið eins mikill aðskilnaður á milli ríkis og kirkju og mögulegt er. Í tíð Agnesar? Í tíð Agnesar, einmitt. Og það svo merkilegt að þessi aðskilnaður hefur einhvern veginn orðið bara hægt og hljótt. Það eiginlega alveg stórmerkilegt að við höfum ekki komið honum meira á framfæri. Vegna þess að það sem hefur gerst að kirkjan ræður öllum sínum málum og einu tengslin við ríkið í dag eru þau að það eru lögin þjóðkirkjuna eru örstutt að hún eigi að halda kirkjuþing og þessi biskup og eitthvað svoleiðis, bara svona rammalög, löggjöf og síðan náttúrulega ákvæðið í stjórnarskránni og síðan innheimtir ríkið fyrir þjóðkirkjuna og öll trú- og lífsskoðunarfélög félagsgjöldin. Þetta raun og veru eina tengingin og svo náttúrulega gaggjaldið sem að ríkið greiðir til þjóðkirkjunar, það raun og veru leiga á þeim eigum sem að ríkið tók yfir. Og áður þá fór þetta allt í að greiða laun presta. Nú fer þetta bara til kirkjunar, kirkjan ræður nákvæmlega öllum sínum málum. Og það var líka mjög nákvæm lög þjóðkirkjuna áður sem eru ekki lengur. En stóra breytingin sem hefur einnig orðið svo að prestar til dæmis ekki ríkisstarfsmenn. Nei. Nú eru prestar eru starfsfólk þjóðkirkjunar, í ráðningasambandi við þjóðkirkjunar og launum þar sem þýðir að við höfum í raun og veru bara allt okkar starfsfólk og starfsemi að segja. Já. Þannig að þeirist forsendan í spurningunni að einhverju leyti brosti. Já, eiginlega. Og hún hefði verið vel við hæfi svona 1917-18. Nei, 2017-18. Ekki 1900. Já, en ekki lengur. Nei, ég skil. En það kannski líka vegna þess að þetta allt svolítið flókið og þetta ekkit rosalega skemmtilegt umræðefni. Nei. Að ræða ykkur gagngjöld og sóknargjöld og allt þetta. En bara setningin aðskilnaður ríkis og kirkju eitthvað svo einföld. Hver ekki til í það? Ég til í aðskilnaður ríkis og kirkju og hef alltaf verið það. Þess vegna ég mjög sátt við að við séum komin hingað. Já. En ekki rétt hjá mér að stundum hafa verið svona uppsagnarhrinur úr þjóðkirkjunni. Það hafa stundum tengst einhverjum hneykslum forvera þinna meðal annars á biskupstóli. En það hefur ekki verið miklar blæðingar úr þjóðkirkjunni þegar við erum að skoða hlutföll trúarhópa hér á landi, þá það náttúrulega einhverju leyti eða miklu leyti tengt því að við erum að fá nýtt fólk með annan trúarbakgrunn heldur en kristnina og þér helst sæmilega á sauðunum það ekki þetta ár bara En sem komir við skulum vona að vera ekki mikil hneykslismál en jú, það hefur aðeins gerst þegar það hafa orðið svona stór og mikil deilumál og þau hafa nú ekki verið mikil svona undanfarna ár Einstök prestamál, þeim hefur fækkað og þar kemur líka til að núna höfum við bara meira
okkar starfsfólk að segja. Við getum, við getum hlúðbetur að okkar fólki og við getum líka gert kröfur til okkar fólks að það standi sig. Náttúrulega þegar fólk var æviráðið, þá var ekkert hægt að gera. Nei. Þó svo fólk væri að skandalisera, þá var ekki hægt að taka það á launaskrá og gera starfslokasamninga. Þetta var bara allt önnur staða. En ert þú með taumhald á tjáningu presta? Nei, er það ekki. Nei. Þeir mega að segja það sem þetta er í hug og verða náttúrulega verða að bera ábyrgð á einu orðum? Já, og í raun og veru myndi ég segja þetta væri bara eins og á hverjum öðrum vinnustað. Já. Ég meina hvort sem þú ert kennari eða lögregluþjónn eða prestur eða hvað þú ert eða bara manneskja í þessu samfélagi. Já. Þú hlýtur bara alltaf að þurfa að bera ábyrgð á þínum orðum, en það er vissulega þannig að prestur til dæmis skrifar undir heitstaf og drengskaparheiti að vera til fyrirmyndar. Já. Það er ákveðin krafa það. En ef við komum að skráningamálunum eða úrsögnum, þá er þetta nefnilega svolítið flókið í dag út af þeim fjölda sem hefur flutt hingað til hans á skömmum tíma. Já. Og það er alveg 20% Íslendinga. Þannig þegar við segjum að hlutfall þjóðkirkjunnar er 65%, að þá ef við tökum hlutfall þeirra sem eru fædd hér inn í mótmælanda samfélag okkar Íslendinga, þá er það miklu hærra hlutfall sem er í þjóðkirkjunni. Já. Þannig að fækkunin er ekki bara það að fólk hafi sagt sig úr þjóðkirkjunni. Þó ykkur hafi gert það og ég sé eftir hverjum einasta. Já. En nei, auðvitað er fólk bara frjálst að vera það sem það vill og ég held til dæmis í dag þá sé fólk ekkit sérstaklega, hafa ekkit endilega sérstaklega áhuga að tilheyra mikið af einhverjum félögum, sýnst það. Skiptir þau ekkit rosalega miklu máli. En svo er þetta náttúrulega það trúfélag sem er með mest af elsta fólkinu, úr þessu trúfélagi deyr fólk. Já, og svo urðu ákveðna kerfisbreytingar fyrir nokkrum árum á skráningum barna sem eru skýrð. Þannig að þess að fara eitthvað nákvæmlega út í það, þá er eiginlega fækkunin sem hefur orðið í þjóðkirkjunni er að miklu leyti frá 1 til 17 ára. Já. Og það er ekki fólk sem skráð sig úr þjóðkirkjunni. Heldur er ekki fólk skráð í hana með sama hættu áður. Einmitt. Og það er svona, já. Þannig þetta er svona ýmishorn að líta. Já. Og ég er bara mjög ánægð með að í þessu trúfélagi skuli vera 250.000 manns. Einmitt. Það er líka margir ánægðir með þig. Maður heyrir það oft út undan sér að það sé einhver svona góðu blær yfir þér sem biskupi okkar. Það er svona helst að hafa aðeins blásið þig núna nýverið þegar þú gagnrýndir Ríkisútvarpið vegna Kastljós þáttar. Á dögunum þegar þingmaðurinn Snorri Másson var að ræða mál minnihlutahópa á þannig nótum að þér blöskraði og þú kvaðst í hljós og þér fannst það ekki við hæfi að þetta væri á sama tíma og gulur september var ný hafinn. Var það ákvörðun, og þá er ég að vísa til umræðu kyn og fleira, var það stór ákvörðun hjá þér að hvað maður að segja, stinga niður penna, vitandi það að með því að skrifa það sem þú skrifaðir, þá myndir þú svona útsetja þig einhverju leyti sem umdelda mannesku og fólk myndi einhverju leyti skiptast í 2 horn eins og er með þessi mál. Var það stór ákvörðun eða bara svona hugsaður strax, ég þarf að gera þetta? Nei, ég hugsaði með 2 surum. Ég gerði það. Mér finnst það ekki sjálfsagt að sem biskup og þá sé fólk, þá sé ekki, þá sé að skipa mér í ákveðin lið. En á sama tíma þá, svona þegar uppi staðið, þá verði ég líka að fylgja samvisku minn og standa með því sem ég tel rétt. Ég þekki vel til sjálfsvíga og til þessara mála og við í þjóðkirkjunni gerum það. Og þetta var erfiðu tími að setja þetta á dagskrá einmitt þegar þetta var að byrja og það var verið að reyna að vekja athygli á því og vinna forvörnum. Það var það sem ég vildi svona vekja athygli á. Já. Og það voru aðra stofnanir sem að líka stigu fram. Já. Og mér langar aðeins að fara kannski úr þessum bolta yfir í hræringar í heiminum. Við höfum svo sem við verðum vör við það daglega að það virðist vera í mörgum kreðsum vaxandi andúð gagnvart minnihlutahópum
og hópum sem ekki hafa sterkar bjargir til að bera hönd yfir höfuð sér. Menn tala aukna skautun, það Trumpisminn vandamál að mati flestra vina minna, minnsta kosti, og hvert hlutverk biskups, hvert þitt hlutverk og þjóðkirkjunnar núna á viðsjárverðum tímum? Það eru viðsjárverði tímar. Já. Og bæði hvað varðar svona þessu skautun og versnandi stöðu minnihlutahópa á mörgum stöðum, en líka bara hvað varðar stríðsástand í heiminum og annað og ég finn það vel þegar ég í erlendu samstarf og fer aðeins út fyrir Ísland að þar fólk að hugsa allt nótum bara hvað varðar að það sé stríð yfirvofandi hér og þar og fólk að vígbúast. Þú ert nýkomin frá Úkraínu? Ég er nýkomin frá Úkraínu. Hvernig var ástandið það? Það var alveg augljóst að þetta land sem býr við stríðsástand eða þarna stríð. Já. Og ég var náttúrulega vör við það mörgum sinnum á dag. Já. Bara við loftvarnarflautur og við þurftum að leita okkur skjóls í byrgjum og þess að þar. Ég var líka vör við það að fólk þar svo ánægt með að við skulum veita þeim athygli. Fólk hrætt að það sé að gleymast. Að nú þetta stríð búið að standa yfir í hátt í 4 ár. Já. Og þau hrætt að nú nenni enginn að skipta sér að þeim lengur. Fólkin á Gaza fannst að við gleymdum þeim. Aldeilis. Sammála því? Já. Og ég held að við megum ekki þess vegna vanmeta hvað táknrænn stuðningur, hann skiptir líka máli. Þó við getum ekki öll komið og lagt til eitthvað sem fast í hendi og fætt fólk og klætt og gefið þeim lyf. Persónlega þá táknrænn stuðningur, hann mikilvægur. Og það skiptir fólk máli. Ísland sem friðardúfa, talað fyrir friði án vopnavalds. Þetta var svolítið gamla Ísland. Núna finnst manni við vera svolítið herskári. Já. Hvað segir það? Einmitt. Veit það ekki alveg. Vegna þess að ég held að fari allt eftir aðstæðum og svoleiðis á hverjum stað og hverjum tíma, en ég held að sé samt sem aður þá verðum við að hafa í huga þegar við erum að veita aðstoð í land sem í stríði. Að það ekki okkar að segja í hverju aðstóðina á að felast. Þegar við erum aðstóða fólk þá þurfum við alltaf að hlusta á fólkið og heyra hvað það sem þau raunverulega þurfa. En Ísland að standa sig alveg þokkalega þegar kemur að aðstóð mannúðaraðstóð. Og þjóðkirkjan hluti af lúterska heimsambandinu. Og innan þess þá starfa samtök sem heita ACT Alliance og bæði hjálparstarfskirkjunnar og stjórnvöld á Íslandi að veita mannúðaraðstoð í gegnum þessi samtök, til dæmis bæði í Palestínu og Gaza sérstaklega og í Úkraínu. Því að þetta eru svona örugg og traust samtök, þannig þú getur verið vissum að það sem þú ert að gefa fari á rétta staði og það sé verið að gefa eða veita þá aðstoð sem að fólki sjálft þarnast. Við getum ekki bara að prjóna lopapeyssur því að okkur finnst að einhverjum þurfi lopapeysunar. Sjálfsagt að gera það ef það sem fólki þarf. Þannig að En myndirðu segja að væri svona aukinn þungi í samfélaginu vegna ótta, stríðsógna, skautunar og birtist það ykkur sem eruð að starfa í þjóðkirkjunni, bara sóknarbörn, fólk sem talar við ykkur, skynjiði snúning þarna? Já, ég skynja mjög sterkan snúning þarna. Það þannig. Og það einmitt, annars vegar það þessi skautun og sérstaklega þar hef ég miklar ágjur þegar kemur að minnihlutahópum. Mér líst ekki á blikuna þar. Og hins vegar það bara ótt hvað gerist í heiminum. Stríð að færast nær okkur. En ég finn minna fyrir því hér á Íslandi. Við erum alveg svolítið held ég inn í okkar svona búblu. Við erum ekki alveg þar. En aftur á móti þá eru þau sem að vinna í þessum málum fyrir hönd Íslands erlendis, þau finn þetta.
Þannig þess vegna eru þau kannski á svolítið öðrum stað en við svona hinn venjulegi Íslendingur. Já. Ég sé bara þegar ég í samstarfi við og kem til bara Norðurlandana. Þar staðan allt önnur, sko. Þar farið að kalla fólk í auknum mæli í herinn og fólk á að vera með byrðir á heimilinu til nokkra daga. Og þar kirkjan ekkit undanskilin, vegna þess að kirkjan með presta í hernum og allt þetta, sko. Þannig að, en ég verð alveg að viðurkenna þegar ég kom heim frá Úkraínu núna. Mikið ofbáslega var ég þakklátt fyrir að búa á Íslandi. Og ég upplifði mig örugga. Var mikil öryggisgæsla á ykkur úti? Já, mikil öryggisgæsla og svona checkpoints út allt og bara og náttúrulega viðvaranir að það væri verið að gera drónaárásir og þú veist ekkert hvar það lenda. Nei. En þú getur eiginlega ekkert annað gert en bara treysta og vona og biðja. Ég get alveg sagt þér, ég bað heilmikið þarna úti. Já, einmitt. Það veit ekki af. Nei. Sko, ef þar sem við erum sammála það að veröldinni viðsjárverðin, hún hefur verið nokkur skeið. Hér var umboðsmaður barna í síðustu viku og hún sagðist telja, Salvör Nordal, að það væri sumpart flóknara og erfiðara að vera barn núna en hefði verið áratuga skeið. Það annað, þá erum við komin ekki bara út í stríðsóknir, heldur líka samfélagsmiðla, internet, umhverfið og alls konar fæða barna, hún ekki sem skildi víða, getur ítt undir alls konar raskanir, andlega sjúkdóma og líkamlega og svona og við náttúrulega vorum alveg hræðilegt ár þegar koma sakamálum. Sko, þetta svona, þegar ég ræddi við þig og bæði að koma þá held ég að orða að sko trú, von og myrkur. Mér langaði til þess að ræða við trú, von og myrkur. Og ef við höldum okkur aðeins lengur við myrkrið, áður en við förum á í trúna og vonina, hvað getið þið gert? Hvað getur þú gert? Og hvað geta kirkjunar þjónar gert? Og hvers konar haldreipi trúin fyrir fólk núna á þeim tímum sem við lifum? Við merkjum einmitt að sko, þegar almenn vanlíðan í samfélaginu meiri, þá sækir fólk frekar í trúna. Já, það sækir í einhvern veginn, já. Því að þrátt fyrir allt þá hefur kirkjan ákveðnu að miðla og það von. Það trú og von sem helst í hendur og í mínum huga von ekki bara svona eitthvað að vona að eitthvað fari bara vel. Vissulega það ykkur leiti. Von líka sko ákveðið traust sem að gefur þér kraft til þess að gera eitthvað. Vegna þess að ég lít svo að við gerum þetta allt sko með Guði. Það ekki nóg að setja bara og biðja. Heldur þurfum við að gera einhverja hluti og þar kemur vonin mjög sterkt inn. Og sem biskup þá það mitt hlutverk að boða trú og von og birtu og samstöðu og við getum einhvern veginn sko gert hlutina saman og að sýna mér ekki sama og kirkjun ekki sama og að saman getum við svo ótrúlega margt og við vitum alveg að þegar uppi staðið þrátt fyrir alla skautanir og ólíkar skoðanir á ýmsum málum þá ég svo handvissum að þegar á reynir þá stöndum við nefnilega saman. Við erum þannig samfélag og við erum þannig fólk að þó svo að við séum með ólíkar skoðanir og einhverjum einstaka málum að þá stöndum við þegar uppi staðið með fólki. Og hvaða tæki hafið þið til þess að miðla? Notar þú til dæmis, biskupsembættið samfélagsmiðla? Já, mjög mikið. Mikið? Mjög mikið. Og þar lít ég svo á að kirkjan hafi, kirkjunni ber skylda til að nýta samfélagsmiðla til að koma einmitt þessum boðskapi á framfæri, trú, von og kærleika, vegna þess að við vitum til dæmis að ungt fólk það sækir sér í dag að miklu leyti upplýsingar þangað. Ég held að sé mjög slæmt
að svona mikið af upplýsingum komi frá einhverjum óskilgreindum síðum út í heimi og ekki síst frá kannski Bandaríkjunum. Og þess vegna við getum ekki bara bannað og forðast, heldur þurfum við líka þá að fara á miðlinn eða miðlana og vera þar og koma með þann boðskap sem að við teljum mikilvægan inn í þetta allt saman. En á sama tíma þá held ég að við eigum að reyna aðeins að minnka notkun ungs fólks á samfélagsmiðlum. Já, en hefur orðið einhver fjölgun, tala prestarnir þínir að það sé að fjölga í messum eða svona þessi, sko, því tiplaði aðeins á auknum trúaráhuga ungs fólks sem virðist vera, allavega í sömu kreðsum, bæði innlands og utan. Sjáu þið merki þess inn í kirkjunum? Já, við gerum það og það verðist einmitt að sama vera að gerast einhvern veginn á Norðurlöndunum. Að það fleira fólk sem kemur í kirkju. Það er nú alveg töluverð aukning virðist vera ég eftir að sjá síðan endalega tölur eftir árið, en það virðist vera töluverð aukning í fermingafræðslu og skírnum vera að fjölga. Þannig að það svona, já, aukin áhugi á trú. Til dæmis fyrirbæri eins og útvarpsmessan, þarf biskup að berjast fyrir því að hún haldi velli? Já, við höfum alveg þurft að hafa fyrir því. Við höfum alveg þurft að hafa fyrir því. Hefur þurft að taka snerru eftir að þú varst biskup? Nei, það hefur svo sem ekki verið nein hótun að taka hann í burtu eftir að ég var biskup, en ég hef alveg mig langar til að þetta verði sjónvarpsmessur. Eins og í Færeyjum? Já, og Danmörku, Svíþjóð og Noregi. Já, það líka í Svíþjóð og Noregi? Já. En ég skil alveg að við erum samt svo fá. Þetta svo lítið land og það mjög dýrt að vera með sjónvarpsmessu á hverjum sunnudegi. En aftur á móti erum við með alls konar miðla til þess og það eru nokkra kirkjur sem til dæmis að streyma meira og minna frá öllum messum. Og þar náttúrulega alveg gríðarlegt áhorf, alveg óbúslegt. En mér líður sem blaðamanni eins og á einhverjum tímapunkti, kannski fyrir 15-20 árum, þá hafi svona gagnrýnin umræða það að það væri bara einhver trúarmiðja í samfélögum og hún hafi verið miklu meiri þá heldur en í dag og ég held líka það auðveldar að ræða fyrirbæri eins og Guð. Það auðveldar að segja orðið Guð í opinberri umræðu í dag en það var fyrir nokkrum árum og það kannski ekki endilega komið til að góðu. Það kannski einmitt út af þessum myrkri, út af þessum ótta og út af einhverjum hræringum. Hvað heldur að skýri það að unga fólkið hefur meiri áhuga á trúmálu núna heldur en áður? Ég held að sé vegna þess að hluta til allavega að það þarf haldreipi. Það þarf eitthvað stöðuleika, eitthvað að finna að einhvern veginn þetta snýst ekki allt bara um mig. Að ég hluta af einhverju stærra og meira og það einhver aðri tilgangur. Og það eitthvað sem kemur þegar þú upplifar að heimurum verður óöruggari. Og þess vegna það ef til við líka svolítið þannig með trúmálin að með aukinni lífsreynslu þá verða hlutirnir ekki eins svartir og hvítir. Og það að unga fólkið sé að sjá þetta snemma þýðir kannski líka það aukin lífsreynsla hjá þessum hópi. Að börn í dag kannski eru að sjá og upplifa ýmislegt sem hefðu kannski ekki þurft að sjá og hefðu ekki átt að sjá. Já, akkurat. Og þá kirkjan alltaf þarna tilbúin að grípa þau. Þetta spyr einmitt svo stóra spurninga þetta endalausa upplýsingaflæði. Nú í rauninni skiptir voða litlu máli hvaða ákvarðanir foreldrar ætluðu að taka það til hvaða aldurs börn þeirra væri heppilegast, hve lengi þau ættu að bíða eftir því að vita eitthvað. Við erum náttúrulega ekki að fylgjast með því nema frekar fáir. Hvaða efnis þau eru að neyta á internetinu? Akkurat. Og það bara allt opið og það einhvern veginn allt í boði. Og það virðist vera að verða þannig og mun örugglega aukast með bara gervigreindin og annað að það verður erfiðar og erfiðar að greina fréttir og upplýsingar, bara hvað rétt og hvað satt og hvað bara búa til og falsa. Og hvað þá fyrir ungt fólk
sem að hefur ekki neina reynslu af þessu. Þannig að þetta við þurfum eitthvað að gera hvernig kemur að þessu. Ég veit ekki nákvæmlega hvað. Nei. Kannski vera meiri raunheimum. Já. En það að tala og gefa tóm og tengja og trúa og vona, svo þú segir, að reyna að efla skilyrði fyrir andlegt líf. Já. Það ekki? Jú. Og kannski svona svolítið að normalisera að það í lagi að eiga sér gott andlegt líf. Já. Það að segja að gera það að einhverjum eðlilegum hlut. Það var einmitt það sem ég var að reyna, held ég. Þetta akkurat orðalagi sem ég var að leita á. Ég held að þetta sé svolítið að þokast á þennan stað. Já. Það ekki lengur skrítið að tala um trú. Það ekki lengur skrítið að tala um trú. En það hefur samt komið mér á óvart í svona þeirri vinnu sem ég hef verið í innan kirkjunnar undanfarið ár. Hversu mikið feminismál trú samt sem áður fyrir marga? Já, fyrir marga. Já, fyrir marga. Að það einhvern veginn, það finnst öllum ekki alveg sjálfsagt að ræða sína innstu trú. En það var líka einhver tíðarandi sem að nánast maður upplifði það að þetta væri alveg í besta falli hrikalega hallærislegt og í versta falli bara stór skaðlegt. Já. Einmitt. Það ekkert svo langt síðan. Nei, það var eitt ármótaskaupið, þá var einhver grínskets það sem að það var meira í lagi að það kæmi einhver barnanýðingur og að skólalóðinni heldur en prestur. Já. Það svona, auðvitað það ekki þannig, en það segir samt svolítið tíðarandan þá, að svona, það var að fara að vara við prestum, það þeir væri hættulegi nálægt skólum. Já. Og við erum ekki þar lengur. Nei. Og það sem hefur líka gerst, held ég, að ég held að til dæmis skólar flestir séu bara búin að átta sig á því að þegar kemur að sorg og þegar kemur að dauða og þegar kemur að þessum erfiðum málum þá það kirkjunafólk sem að getur talað það, sem getur komið á staðinn, sem getur verið í allra erfiðustu og sárustu aðstæðunum án þess að flýja eða eiga í vandræðum með það beinlínis. Já. Þar reynslan af þessu og kirkjan kann þetta. Já. Við kunnum að fara með vondu fréttirna til fólks. Já. Eins hræðilegt og það að þurfa að gera það, þá kirkjan og fólk þjálfa til þess. Já. Og ég held að fólk sé svona að byrja að sjá það í samfélaginu og síðasta ár þá urðu svo margir voveiflegir atburðir, bæði hér fyrir sunnan, það var heilmikið fyrir austan og búið að vera aftur núna í vetur og ég held að þarna sé fólk að átta sig á því að í hvert einsta skipt sem þessi hluti gera, þá kirkjan þar. Þá eru prestar mitt á meðal þess að leiða fólki gegnum þetta. Auðvitað koma aðrir að líka, en það líka svo mikilvægt að vinna þetta saman. En svo náttúrulega misnotkun trúarbragða og sem sagt öfga trú sem haldið fram að sé í góðu yfirskinni og undir hatti trúarbragða. Það líka annað að það þá líka auðveldari farvegur fyrir hvað maður að segja bara hið varasama í dag heldur en var. Til dæmis makarhreyfingin, hún sækir sitt til kristninnar, segja þau vitna í ritningagreinar og allt það. Þannig að þetta ekki einfalt. Algjörlega. Og náttúrulega öfgar, hvort sem það í trú eða vantrú eða bara hverju sem bara geta verið stór hættulegar. Og við sjáum náttúrulega alveg hvernig trúin notuð oft á mjög öfgafullan og varasaman hátt, sérstaklega í Bandaríkjunum núna til dæmis, við sjáum það bara og hvernig trú notuð til að berja á fólki. Þannig virkar ekki kristin trú. Ég meina Jesús hefði ekki farið að berja á fólki eða ráðast á minnihlutahópa, það var akkurat öfugt. Það alltaf okkar hlutverk að standa með fólki. Alltaf. Og þeim sem barið á. Þannig að þetta en
trú hefur alltaf verið misnotið, við vitum það, trúarbrögð hefur alltaf verið misnotið, því miður, vegna þess að það er alltaf hægt að misnota svo margt. Og kannski sérstaklega þegar trú verður hluti af sko pólitík og stjórnvöldum. Og stjórnvöld var að nota trúna til þess að, til misbeitingar. Já, einmitt. Núna upplifa mörg okkar ógnina bæði úr austri og vestri og þá er svolítið búið að kippa svona fótunum undan mörgum. Ég ólst upp í kaldastríðinu og maður svona fyrir flesta Íslendinga, ekki alla, en kannski 80% Íslendinga, þá var svona ákveðin heimsmynd og maður var þarna í rétta liðinu sko, frelsinu og svona. En það er ekki þannig lengur. Heimsmyndin er að breytast. Hún er breytt. Já. Og það er svona, það er svolítið skrítið að fóta sig í því. Það er skrítið. Hvernig verður þetta? Og það er ákveð óöryggi sem fylgir því. Já. Ég held það sko. Og ekki síst sko þegar þetta eskalerast með einhverjum svona innanlands vandamálum sem eins og þeim sem við höfum verið að ræða. Já, akkurat. Og það er bara að segja aftur, kirkjan þarf að standa með fólki og alltaf þeim sem verður undir. Alltaf. Og það er hlutverk kirkjunar að sko sjá vonina líka í myrkrinu. Og það er líka von í myrkrinu. Hún er alltaf. Þú tala mannamál. Við höfum haft embættismenn sem að tala svona háflegar í nótum en þú og eru kannski örlítið varfærnari í yfirlýsingum, samt veit ég ekki. Er þetta einhver lína bara hjá þér að það sé ekki tími fyrir neitt bullshit og hvernig er það? Ég held að það sé bara forsenda fyrir því að geta að tala saman, það er að tala mál sem að við skiljum. Og vera ekkert að pakka hlutunum inn og flækja þá. Og ég held að ég hef bara alltaf gert það og ég hef gert það sem prestur alla tíð. Og legg mikla áherslu á það að predika á mannamáli, á tungumáli sem fólk skilur. Vegna þess að ég sé ekkert eins mikið gagn í öðru. Og ég er ekkert viss að ég sé endilega til dæmis beinskettari en forverar mínir. Ég nota kannski bara, ég tala öðruvísi, en er ekkert endilega að segja svo mikið annað. Ég skil. Ég held ekki. Trúir því að kristin gildi séu einhver svona besta heimspeki sem hægt er að styðjast við? Ég held það. Svo allra besta. En á sama tíma þá ætla ég ekki að taka það frá neinum að þú getur haft öll þessi góðu gildi þó þú sért ekki kristinn. Og það er mjög mikilvægt að bera virðingu fyrir því. Vegna þess að annað er líka hroki gagnvart þeim sem ekki eru kristinn. Og ég hef alltaf lifað og hræst í bæði, í einhvern veginn svona mörgum hópum, það sem er sko lítil trú og mikil trú og allt þarna á milli. Og það er svo mikilvægt að við berum virðingu fyrir öllu þessu, en kristin gildi eru, þau bara standast. Ég meina það eru komin yfir 2000 ár og þau eru í fullu gildi í dag og þau eru grundvöllur okkar samfélags. Bursið frá tíðarandanum hefur eitthvað komið óvart í starfinu, svona þessa rúmu rífu 12 mánuði sem liðnir eru síðan vígð? Það hefur komið mér á óvart að það er mjög gaman að vera biskup. Já. Áttur ekki von á því? Ekki svona gaman. Nei. Ég hugsaði kannski ekkit endilega mikið út í það hvort það veri gaman eða ekki. Nei. Heldur bara að þetta er bara ákveðin köllun og sem að ég hef tekið að mér að sinna. En svo er þetta svona ofboðslega skemmtilegt. Vegna þess að ég byrjaði á því að vera með skrifstofu biskups á ólíkum stöðum á landinu, þannig ég er búin að fara landið og svona bjóða upp á viðtalstíma og súpufundi og svona hitta fólki í ólíkum aðstæðum. Þú ert eins og Sinfóníuljónstin Íslands þegar hún tekur hringferð. Já, akkurat. Og það er bara svo frábært fólk í kirkjunni og það er svo gaman að vinna með kirkjufólki. Það er svo mikil bjartsýni og gleði og ég upplifa einhvern veginn, við erum öll að fara í sömu átt og það hefur verið mikil vinna þetta árið til dæmis í að bara svona
svolítið draga frá tjöldin og lyfta upp því sem kirkjan er að gera á alls konar miðlum og þess og það hefur verið svo ánægilegt að fá viðbröðin og ég upplifi svona mikið meðbyr í samfélaginu og mér finnst fólk vera til dæmis tiltölulega ófeimið að vinda sér upp að mér bara upp á Esju og ræða kirkjuna eða út í búði eða hvar sem er. Já. Og það er gott. Þú tekur því ekki illa? Nei, alls ekki. Ég er mjög, mjög til í það. Og svona, já, ég upplifi svolítið að við séum í sama liðinu. Að það sé meðbyr og það sé, já. Og þú minnist á Esjuna. Já. Hvað áhugamál hefur þau? Þú gengur á fjöll? Já, ég geng aðeins á fjöll, en ég er meira að hlaupa. Þú er meira að hlaupa? Já, ég er svolítið mikið að hlaupa. Það er svona mitt þannig og þar næ ég jarðtengingu. Þar tengist ég náttúruna, þar tengist ég almættinu og einhvern veginn eftir erfiðan dag að fara út að hlaupa þá fer þetta allt af sálinni og ég kem einhvern veginn öll bara miklu hressari tilbaka. Þannig þetta er eitt af áhugamálunum. Já, tekur svolítið tíma. Já, einmitt. Ég misti einu sinni hreyfigetu eftir að ég 3 brotnað á fæti og ég gleymið því aldrei hvað var stórkostlegt að komast út í náttúruna, að geta gengið út í náttúrunni þótt ég væri haldrandi. Ég held að sé bara einhver sterkasta stund í mínu lífi og Íslands náttúra er náttúrulega bara svo gefandi. Og við erum með hann í bakgarðinum öll. Já. Það er eiginlega nákvæmlega sama hvað þú býrð á Íslandi. Já. Það er alltaf stutt. Já. Það er svo dásamlegt og við búum við frið. Við gerum það. Og við skulum vona að þannig verðið það áfram. Ætli það sé ekki komið að því að ég þurfi að hleypa þér hérna frá rauða borðinu. Kannski mikilvægt samt að segja í lokina því að við rættum þarna eins þetta það eru margir óttaslegnir við stríð og það er ófriður í kringum okkur, löndin í kringum okkur er einhvern veginn að vígbúast meira. Við skulum samt ég hef nú samt þá von og trú að það verði ekki. Já, þú ert bjartsýn. Ég er bjartsýn og ég vil bara að það komi fram að ég er ekki hérna hrættum að það sé að fara að skella á fleiri stríði nær okkur. Ég er það ekki. Nei. Og mér ástu líka aðeins koma inn á það áðan að óttinn einn og sér er lamandi. Akkurat. Já. Þannig að ég held að við eigum bara að halda áfram að vera bjartsýn og hafa trú á hinnu góða í heiminum, hinnu góða í fólki og í almættinu, í Guði, sem leiður okkur áfram. Ef mér líður illa eða einhverju barni líður illa, hvað gerir það? Biðja, komið í kirkjuna, talaðu við prest, og líka bara talaðu við einhvern. Talaðu við einhvern. Það er nefnilega alltaf hjálp að fá. En til þess að fá hjálpina þá þarftu líka að orða það sem þér býr í brjósti. Láta vita að sé eitthvað að. Akkurat. Kæra þakkir fyrir komuna. Það er búið að vera mjög skemmtilegt og áhugavert að spjalla við þig. Takk sem leiðis, gaman að koma. Og segir Guðrún Karls Helgudóttir biskup, við erum hér rétt að hefja dagskrána í kvöld, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, næsti kapli eftir andartak. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.